Gott kvöld, góðir Íslendingar, og gleðilegt kosningakorter. Rásinni Frelsi TV hefur borist áreiðandi orðsending frá ríkisstjórn Íslands og mun ég nú lesa hana upp. Íslenska ríkisstjórnin vill koma því á framfæri og hún hefur skipað teymi efnafræðinga til þess að fara yfir efnahagsmál þjóðarinnar. Þeir hafa skipað á George Dickel, Jack Daniels og Jim Beam. Frest hefur að hjá efnahagsráðgjöfunum hafi ríkt góður andi og þeir hafa farið yfir frábæran árangur ríkisstjórnarinnar og mun ég nú telja það upp hvað þeir telja þar hæst hafa farið. Skuldatryggingarálag eins og það er ákveðið af Old Buck hefur farið úr 1500 punktum í 150 punktum. Það er talið mjög góður árangur. Fjárlagahallinn hefur farið úr 230 milljörðum niður í 3 milljarða. Allar hinir milljarðarnir sem eru á bókhaldi ríkisins misskilningur samkvæmt þessum efnahagsráðgjöfum. Þeir félagar Jim Beam, Jack Daniels og George Dickel unnu í mjög góðum anda og fóru sérstaklega vel yfir atvinnuleysismálin. Og þeir komust að því að best var að henda fólk út af atvinnuleysisskrá eða borga fyrir þá flugmiðan til Noregs. Og hefur það nú verið gert í stóru mæli, þannig að atvinnuleysi hefur farið úr 20% í 4,6%. Þetta telja þeir mikinn árangur og munu þeir því fagna í góðum anda langt fram á nótt. Jafnframt telja þeir mikinn árangur félagarnir að tekist hefur að tvöfalda vaxtapa og barnabætur. Að tvöfalda þeir úr 5.000 krónum í 10.000 krónur. Þetta er gríðarlega mikill árangur og allir eru í góðum anda yfir þessum árangri. Jafnframt vill velferðarríkisstjórnin taka það fram að nú þurfa námsmenn ekki að veðsetja foreldra sína og nánustu ættingja til að fara í skólan. Það þykir gríðarlega góður árangur og allir eru í góðum anda yfir því. Nú svo á öðrum málum þá vill ríkisstjórnin benda á að hún hefur skoðað gjaldmiðlamál landsins og hún telur að það sé langbest að skipta yfir í gjaldmiðlinn Old Buck. Og þeir hafa talað við sérstaka gjaldmiðla sérfræðinga sem heita James Foxe og Johnny Walker. Og þeir hafa líka verið í mjög góðum anda og þeir hafa farið yfir þetta alveg fram á rauðanótt, kvöld eftir kvöld eftir kvöld. Og það Íslendingar munu nú ekki sjá eftir reikningnum fyrir þá vinnu og mun nú vera fljótlega skipt yfir í Old Buck gjaldmiðlinn. Og að lokum vil ég bara þakka Íslendingum fyrir dugnað og að vinna þrefalda vinnu til þess að hafa náð þessum árangri. Þetta er góð og sterk þjóð og biðjið því gott kvöld og Guð blessi Ísland.